Góða kvöldið, dömur, Dr. Fútból sestur. Dr. Fútból notar Bold Citrus frá Hugo Boss sem að fæst í Hagkaup og út allt. Maður sem fæst ekki í Hagkaup eða neinum verslunum The Real Gunni Birgisson, svo hann núna kallaður aðal Gunnar Birgisssonin. Já, gaman að heyra. Þú áttir þetta marga nafna. Ég á eitthvað að nöfnum, já. Ég á eitthvað að nöfnum. Eitt sem jafn gamall og ég. Heldur betur, ég þekki þið hann. Já. Og talandi Gróttu, talandi Vesturbæ Reykjavíkur, Jói Skúli, Vesturbæingurinn Geði sestur. Velkomin. Takk hjá. Herri, ég með risa fréttir í byrjun þáttar. Viddi is back. The artist formerly known as Viddi Jóa Útherja búin að opna boltamannin. Boltamaðurinn, allir takkaskór, allir búningar, allt sem að viðkemur fótbolta, boltamaðurinn. Og fyrir þá sem eru færeyingar, þá það boltamafurinn. Mafurinn, já. Mafurinn, já. Þannig að Ventsel Steinar, ég fór með honum í gólu kjærkvöldi, þannig að hann skilur þetta þannig. Hann fer ekki í boltamannin, hann fer boltamafurinn. Og við erum að semja lag eitthvað svona. Hann sendir svo flott, hann gefur og svo verður það, boltamafurinn kemur. Svona spreyting á laginu Jólamafurinn með Geirarnas. En sko, eins og ég segi, Viddi mættur aftur ekki sem 45, heldur sem 23. Jordan kom tilbaka sem 45, hann fer beint í treyju nummer 23 og tekur þetta alla leið heimsækjum, hann í fellsmúlanum, hliðin á slipfélaginu, don't catch me slipping. Herri, Túborg, nú ég að segja ykkur ótrúlega hluti. Smáríkið sendir núna Túborgin frítt með Volt. Samanlagt 0 krónur sem þetta kostar að fá þetta, ef bara með Volt Plus, pantar á Smáríkinu, mæta Voltarinn heimtíð með ískattan Túborg. Já, það enda mjög góð dill. Það unreal. Nú loksins að senda áfengið frítt heim til þín ef þú ert í Volt Plus. Tjekkið þessu Smáríkið og Volt með mestu game-changing bombuna í mörg ár. Já. Svo þið í ræktin núna. Já. Það fitnessport sem að sér Dr. Fútból og hann passað að sofi vel og allt svona. Magnesium og alls konar og kíkti á Svavari fitnessport, það var létt yfir honum á dögunum og svo sendir hann menn beint til Gilsarans. Jói Skúli, hefur þú farið til Gilsarans? Ég fór til Gilsarans og hann tók að með 22 kíló sem voru reyndar leiðilega fljótt að koma tilbaka en hann bara sá allra besti. Ég hélt sko að ég væri bara, líf mitt væri bara að vera í ákveði hárri 40% og ég gæti ekkert breytti þangað til ég kynntist honum. Já, hann að endilega kynnist þið þeim manni Gilsan, hann hefur nægan tíma fyrir alla og farið inn til hann sittist og ræðið málið við hann. Já, það mjög gaman. Þú varst nú eitthvað hótað því að byrja í... Ég bara að byrja í ræktinu, já. Í læftrækinu? Nei, ég var að hóta að byrja í læftrækinu. Og notaði nú reyndar niðrandi orðum Já, mig og kollega mína. Já, ég notaði niður dóra þig. En hvað gerði ég? Ég hringdi í þig og baði... Baðst afsökunar, já, það alveg rétt. Ég sagði, ég fór langt yfir strikið þarna. Ég hugsa að ég fái lifetime deal ef ég næði að landa þeirra niður. Já, ég þarf að fara að koma mér í þetta. Domino's Tom Ace á flegiferðin og búin að fleia Eurovision pizzunni af matsinum. Nei, hún á matsinni út mæ. Fyrirgefðu, þetta 2 dagar eftir 2 dagar af Vibe-pítsunni, barnalegasta pítsan í bransanum og hún drullu góð. Já, djúvill þeir alltaf flottir. Það drullu flottir. Eins og ég sagði. Áður við förum í dagskrárgerðina þá byrja þetta alltaf á spurningu. Það með tölvutek, aldrei mig veg, núna þvottavélar og þurrkarar með stuttu prógram. Já, 20 mínútur og allt hreint eins og Dr. Fútból vill hafa þetta. Antonio Conte var á dögunum annarstjórinn í sögu Serie A til að vinna með 3 liðum Serie A. Fabio Capello hinn. Hver eru liðin 3 sem Fabio Capello gerði að meisturum á Ítalíu? Juve. Já. Róma og AC Milan. Þetta hárrétt hjá okkur drengir. Þetta þarf nefnilega ekki alltaf að vera erfitt. Einhver pjúristi myndi segja núna að titlarnir voru teknir af Juve. En ég meina Ég ætla ekki að, hann þurfti að vinna fyrir þeim. Já, ég þoli ekki svona tekið af. Ég vil engar titla sem teknir af og ég láti hann hafa á. Já, kannski þessi... Ekki nema kannski að Arnar í Nokko hætti að kalla þessi kongin og ég fá það. Já, þú meina, já. Það eina sem ég tek við. Förum á Powerrankum með Dine Out. Panta mat, panta borð, kaupa gjafabréf, dineout.is. Allt saman þar.
Vannmetin fótboltamót. Já, konferensdeildin kláraðist á miðvikudaginn og ég fekk Jóa Skúla sem áhugamaður svona vannmetin fótboltamót aðeins til að fara yfir sviðið og sviðin. Hvaða mót eru vannmetin að þínu mati? Númer 5. Já, númer 5. Það var mjög erfitt að koma að svona öllum þessum vannmetnum mótin sem ég var með efst í haustnum og ég var lengi vel með forsetabikarinn í 5. sæti en þangað til bara á lokametrunum þá myndi ég eftir eiginlega svona, veist. Ef að káringar vinna forsetabikarinn í ár þá geta þeir syngið We won it all, we've seen it all We are Káir and we're never gonna stop en þeir hafa ekki unnið forsetabikarinn Nei, og þeir hafa heldur ekki unnið 5. vannmetasta móti sem er náttúrulega kjarnafæðismóti það er eiginlega svona eitt af mínum uppáhaldsmótum og það er bara einhvern veginn þegar þú tekur bílferðina með krakkana, keyrir frá Reykjavík upp á Akureyri í Bogan og sér þessa mögnuðu leiki einhvern veginn og náttúrulega bara, draumar geta ræst eins og við sáum að Káa unnu ekki mótið Þó sagði þið tóku það heldur betur, þannig að það varð að vera þarna Númer 4 Já, númer 4 þá setti ég inn svona mína uppáhalds gömlu Evrópukeppni sem er Evrópukeppni bikarhafa Já Cup Winners Cup fyrir utan það bara já, þetta er bara geggja nafn í fyrsta lagi og bara einhvern veginn að þarna ertu með vettvang fyrir bikarhafana að bara einhvern veginn og þeir fá bara verið í friði þetta eru bara þeir sem að taka bikara og þannig eru þeir mættir að mæta öðrum bikarhöfum heldur betur, frábær keppni, númer 3 þar setti ég álfukeppnina ég sakna hennar mikið því að þú veist það voru svona ákveðin atriði mótið var náttúrulega eyðilagt 2013 þegar Tahiti sluppu inn og svona breyttu þessu í algjört trúðamót en svona fram að því þá varstu oft með brassarnir voru oft að mæta með svona bélið sitt sem að var samt bara það var svona eiginlega undanfæri álfukeppninar þegar að Tournoi en síðan seinni meir í byrjun þessar aldar þá ertu með Luis Fabiano að leiða línuna gamli góði Fred, hann var mikill álfukeppnismaður Þetta menni sem leiddu framlínu Brasilíu 2010-2014 Ekki Luis Fabiano Fabiano 2010 Er það? Já Ok, Adriano, þetta var svona mikið hans keppni þannig að ég hef alltaf gaman þessu og líka bara þetta kom inn þegar það voru engar aðra keppni þannig að það stytti manni stundi Geðu stöf, nummer 2 Íslandsmótið innanhús í knattspyrnu Markaskórar þar og Íslandsmótið, ég vann náttúrulega málvinn síðasta málvinn ég veit ekki hvort þetta, en allavega geggja alltaf að sjá highlightsin úr þessu, og maður svona hugsaði, það er gaman að horfa á heilan leik, ég veit það ekki, en það samt, ég væri til að fá þetta aftur, því að futsalið hefur einhvern veginn ekki náð því flugi sem að við vildum, þannig að ég væri til að fá þetta aftur, og það er líka bara svona meðbyr með þessu, held ég, að fá þetta bara tilbaka. Ég vann ekki bara þetta síðasta mót, heldur var ég spilandi þjálfari, ég og Stjáni sáum bara liða því að Óli Kristjáns var eitthvað svona stemning, gerið þetta bara. Það var skipulag, skipulag. Já, en þetta var spilað á svona nokkuð sérhönnu mörk. Þetta er ekki sjömannastæðin eða nokkuð. Svona... Og ekki handboltamarkstæðin. Þetta er svipið hæð og handboltamarkið. Þetta er 5. flokksmark, eða ekki? Já, en ég held þetta sé aðeins lægra. Ég man eftir þessum mörkum íþróttahúsunum í Kanada eins og Króknum. Það var svona mark. Okay. Og það var spilað bara það var spilað bara yfir allan völlin. Meira af neglum og svona, boltinn ekki af þungur og ég tengi lítið við fútsalið því miður. Númer 1. Það er auðvitað það vanmetnasta eins og Jamie Carragher sýndi okkur í vetur og John Obi Mikel bent á. Það er Afríkumótið. Já, Afríkukeppnin. Hún vantar alltaf aðeins meiri virðingu því þetta er stórkostlegt mót og... Næststærsta álfukeppnin í dag. Það er í áhorfi og öllu og En nýtur ekki nægilega mikla virðingar. Það eru stærri en Copa America. En það lítið það bara að vera tímasetningu. Það er líka bara ef skoða leikmenn. Nei, ég meina þetta er náttúrulega já, ok. Þetta er það vanmetnast. Ég heyra fyrir Afrikumót. Já, ég veit. En náttúrulega leikirnir eru náttúrulega alveg hundleiðilegir. Hvað ætli average goals hafi verið á síðasta móti? Það hafi verið 2 mörk average. Í leik? Ég varst og saga með Fílabænsströndina. Já, þessi ógleymanlega saga. En maður sá líka bara hvað þetta skipti á miklu máli þegar John Obi Mikel rantaði þarna yfir Carragher og klálega. Þetta var frábær listi á því, við traditionalistinu vorum að býja til Bós byggarnum. Herru, hann var mjög nálægt í að koma. Það voru svona, og ég held að allir þegar heyrðu þetta hafi búist við því að ég myndi setja Inter-Toto-keppnina, en ég vildi viljandi ekki gera það. Hún kemst hvergi nálægt. Svo saknar margir Amsterdam byggarsins. Já. Þarna í byrjun ágúst sem var Audi Cup líka. Já.
Var það ekki svona, nei það var ekki sama mót sko. Nei, svo kom einn Bangkok 3 ár International Champions Cup ICC, ógeðslega flott mót í Ameríku sem maður skildi aldrei þegar liðum voru ekki í einhvern riðli en eitt en svo vann einhverja. En ég sko Bose-mótið það var þetta var svona svolítið tossakóin milli þess og kjarnafæðismótsins en ég vinur landsbyggðarnar. Ekki síðasti. Þú líka? Já, heldur betur. Já, þá hlýtur að líða illa núna með hvernig farið með landsbyggðina. Já, þú þekkir mig. Já. Það séu ekki orðið raskat. Herri, jæja, Sony með Dr. Fútból. Sony ætlar að vera með stelpunum okkar í sumar. Og áður við förum aðeins meira í þær, þá ætlar Sony og Dr. Fútból aðeins að klára þessa sambandstild sem að Chelsea vann glæsilega 4-1 á miðvikudaginn eftir að koma tilbaka á móti Real Betis. Þannig að hefur reynst erfiðlega að fara í gegnum þessi spænsku lið í úrslitaleikjum. Steinlegið fyrir þeim ensku liðin, en Chelsea snéru sig við og unnu mjög samfarandi 4-1 sigur. Við sjáum samt að subtoppurinn á Spáni greinilega versna. Við sáum bara hvernig Manchester United jarðaði Athletic Bilbao og Real Sociedad. Svo horfum við á þennan leik Betis voru bara sprungnir sem var mjög áhugavert því að þeir fengu nægan tíma til að hvíla fyrir þetta allt saman og Chelsea gengu á lagið og jörðu þá. Ég var svolítið ánægður þetta mark hjá honum Jackson hafi ekki verið vinnirinn, þetta var ómikið sambandsstildarmark til þess að vera sko bara hann ætlar að skalla, hann hittir hann ekki og fer einhvern veginn í bringuna á honum eða hvað það var sko. En flottur sigur hjá Chelsea og mikið af fólki í keilöldinni. Epic bjó bara til þessa stund, þeir bara sko þetta var alvöru djam hjá Chelsea stuðningsmönnum þarna. Þeir eru alveg mölvaðir þarna undir lokin sko og verðum að hrósa Epic og Keiluhöllinni fyrir að hafa búið til event fyrir Chelsea stuðningsmenn þarna en vonandi verður Chelsea aldrei aftur þarna. Nei, þeir hafa svo sem ekkert að gera lengur, búin að vinna hana þá og það væri vont að mæta aftur. Já, þeir eru ekta. En þessi sigur gefur, þú veist, hann gefur ekkert, þú veist, það er ekkert sæti eða neitt. Já, sæti í Evrópudeildinni. Hann gefur það reyndar að núna Chelsea búið að vinna alla Evrópudeildina, þannig að það er eitt sem það gefur en svo sem ekkert annað heldur en það sko. En Chelsea bara alveg töluvert mikið betra lið en ég sá að Slovan Bratislava sem að vann engan leik í meistaradeildinni fær jafn mikið velunafé og Chelsea fær fyrir að vinna sambandsdeildina. En ég veit ekki, þú veist, ég meina mögulega næra svona sigrar inn í næsta tímabil, en það verður að koma í ljós. Ég meina þetta er Chelsea liðsamt sem að 100%. Og ekki láta Celebration Police eyðileggja þess að gleði fyrir Chelsea stuðningsmenn. Nei, ég trúðu mér það bara fátt sem að við höfum langað meira heldur en að sjá mittlið vinna eitthvað svona kannski síðustu 5 ár. Nei, ég meina, þú veist, en ég gerir ráð fyrir það að trajectory hjá þessu Chelsea-liði eigi þá að vera það að þeir berjast titilinn á næsta ári. Það var talað það náttúrulega í fyrri umferðinni á þessu tímabili. Já, það sjá til hvað gerist, þeir eru auðvitað að leita sendir, verður auðvitað áhört að sjá hvort að Liam Delap komið að hver mæti yfir línuna hjá þeim. En Kunku væntanlega, þú veist, þeir hljóta að leitast eftir bara losan. Já, þeir eru líka að reyna kannski ætla að reyna að koma með sendir fyrir HM félagsliða. Það er heldur betur að kvikni yfir þess að HM félagsliða. Maður er spenntur. Dr. Fútból heitar upp fyrir úrslitaleik meistaradeildarinnar. Og ég skal alveg hrósa vinum mínum í nokkuð núna því að þessi Pomelo nýji drykkur hérna er meiri háttar. Þetta er ekki bara just another energy drink. Hann er geðveik. Förum í meistaradeildina, 2 ólíkir leikstílar mætast. Inter vondu kallarnir í meistaradeildinni sem að tóku af okkur drauma úrslitaleikin. Þeir mæta Paris Saint-Germain á morgun. 2 ólíkir leikstílar heldur betur. Haltrandi Lautaro Martínez og Thuram að frammi hjá Inter á móti Barcelona. Samt fóru þeir einhvern veginn áfram. Eiga Inter séns? Þeir eiga klárlega séns og þeir sýndu okkur bara það, þú veist, ég meina það þeir fara einhvern veginn áfram en þú veist að klára Barcelona í 2 leikjum skilur í bara naglbít, þú veist, það klárlega sýnir okkur og ég meina bara Inzaghi er búin að gera drullu vel í meistaradeildinni bara síðustu ár og ég held að þeir eigi 100% möguleika og mér finnst þeir bara svona, það kemur ekkert á óvart þó þeir myndu einhvern veginn sigla þessi gegn sko. Já,
Ég veit ekki með hverjum ég held í þessu, það nú svona stóra vesenið því að maður vill alltaf halda með einhverju liði. PSG náttúrulega tölvöld skemmtilegra lið áhors. Þú náttúrulega fegst heldur betur að kynast í. Já, það ég meina bara mjög öflugt lið og ég vona nú bara að PSG vinni þennan leik. Ég held að mér svona líður eins og sóknarþungi PSG muni ráða úrslitum í þessu leik og þú veist þessir mennanda fram ég horfði á einhvern ótrúlegan hátt þá datt ég inn á úrslitaleikin í franska bikarnum Sá franski bara ég hef aldrei séð aðra eins yfirbyrði hjá PSG það bara og það alveg mjög greinilegt að þeir eru í góðu standi á meðan Inter hafa svona kannski verið örlítið haltrandi gert 2 jafntefli eða eitthvað í síðustu 5 leikjum. Já, þeir hafa svona klúru deildinni heima fyrir. Fatalt. En það einmitt búist bara, tvíeggjasverð, hvort eru þeir að mæta brotnir eða bara, með þvílíkan eldmátt, því þetta tímabil mun bara 100% gleymast bara og, en búið að vera mjög gott, en það er tapað þessum úrslitaleik, þá er enginn að fara að tala um þetta tímabil eftir að, nema bara eitthvað svona hrun tímabil hjá þeim, sko. Já, þeim, sko, ef þú spurðið Inter-stuðningsmann, viltu vinna Champions League eða deildina, þá er það Champions League, alveg klárlega málið. Kvaratskhelia var ekki með í bikarúrslitaleiknum, hann var með hausverk eða eitthvað álíka og bara, þú veist, bikarúrslitaleikinn smá ílt, hann bara eitthvað slappur og þú veist þetta neinin, en já, þessi leikur markmennirnir verið heitir Gigi Donnarumma í miklu stuði á leið liðsins í úrslitaleikin verið gjörsamlega frábær svo náttúrulega spurning þetta þetta breytt þarna fram á við hjá Paris Saint-Germain væri rosalegt hjá Enrique eftir að hafa losað Messi hann kannski losaði ekki Neymar reyndar en þú veist þetta að losa allar þess að kalla Mbappe bara hvað nei þetta magna bara Mbappe farið hvernig heldur að Mbappe muni líða morgun á hvernig hlæðu hversu nýðlega þetta verða fyrir Mbappe já, ekki segja Messi og Mbappe í sömu setningu að losa Messi og eitthvað svona þetta er ekki hann var að búa til nýjan kultúr þarna já, ég meina hann var að fara úr þessum Galacticos kultúr já, alveg klálega og það hefur heppnast heldur betur nei, ég meina það var alveg vitað mál það var líka rætt þetta í fyrra með Kylian Mbappe liðið bara, það er nánast betra ánans sem ótrúlegt en ég meina, svo fer hann yfir til Real Madrid og vinnur ekki neitt nei, en samt markaðasti leikmaður Evrópu já, en ég meina það akkurat, en hvað skilar það mörgum titlum? Mögulega heimsmeistaratitlunum í sumar mögulega, við getum alveg talað eitthvað mögulega nei, ég meina tölum meir það ég meina, þetta PSG-lið miklu betra án Mbappe smá leiðrétting Real Madrid þetta overbyggar Evrópu einmitt svo við séum með hlutina á hreinu skulum bera verðingu fyrir því komst ekki að lista niður vannmetin mót en bera verðingu ég vil hafa núna næst vannmetin mót bara íslensk og þá vil ég fara í krakkamóti líka hvaða lið vinna? Hvaða lið vinnur? PSG eftir Vító ég segi Inter vinna þetta venjulega leiktíma þetta verður spennandi þetta verður 1-1 og svo endar þetta í Vító já, við erum að fara að fá 3 tíma þannig að þetta er svona þetta eru 2,5 Vestmann rauðvínsflöskur að minnstakosti við verðum að fara að breyta framleggingu í fótbolta þetta er ekki hægt hvað er butt? Þú og Arnarsson eru á vegferð með þetta þetta er ekki hægt þetta eru prósentur af leiktíma hér leikurinn er 90 mínútur þá getur ekki verið með hálftíma til viðbótar við leiktíma það eru 6 skiptingar það eru 6 skiptingar hver er að grenja núna? Nei, ég meina, ástæðan fyrir því að framlengingi á öðrum íþróttum getur verið svona góð af því að hún er stutt og svo bara ef það er jafnt þá bara framlengt aftur Nei, þetta er bara 2015 og það er spila og ég er mikið að besta fótbolta sem ég séð á ævinni Nei, þetta er nefnilega mjög ég oft Ég upplýði Real Tata-leikin Klikku framlenging líka Barcelona Inter Já, shit þetta er mjög oft samt þá er svona, maður sér ofta að liðin eru stundum bara svolítið að bíða eftir vító Ef þetta fyrir vító reyndar Mér finnst þetta að vera svo regla sem maður mætti breyta Já, bara ekki koma nálagt þessu elsku drengurum Nei, ég er bara að segja 2010, þá strax var þetta miklu skora 2010 2015 er frábært 2010 er frábært Nei 2010 Ég hef svo sem aldrei pælt í þessu Ég er bara frekar léttur með þetta Já, þetta er frábært fyrirkomulag
áfram þetta fyrirkomulag? Áfram fótbolti segi ég. Og ég segi áfram fótbolti. Já, ef við töpum fyrir Tottenham daginn, 2 sekúndur seinna sagði ég áfram fótbolti. Ég sagði við getum verið ósaman allt þetta, en þetta var ákveðin sigur fyrir fótbolta. Það var skemmtileg leikur. Nei. Þú sagði þetta, ég heyrði það. Já, þetta var... Var það rétt áður en þú rökst út úr kilu þetta? Nei, hvað þetta áfram fótbolti? En við höldum áfram Klettur fremstur á Íslandi þegar það kemur að jafnréttismálum. Klettur, auðvitað með Karin Knúts að gera frábæra hluti í markaðsmálunum fyrir Klett. Það skemmtilegur fítus inn á Kletti, auðvitað eru þeir aðalega í hjólbörðum og dekkjaskiptum og öll þessi stóru tæki. Eru þetta dótið sem hægt að kaupa þarna. En það er ein vannmetið pís þarna sem katt úr á dömur. Geðveikt. Þetta katt úr á konur. Því að nú ekki margar sem hlusta á doktorfútból, þannig að þið getur komið þeim á óvart. Sko, vert ekki og viss. Já, en þú veist, ég sé tölunar. Þannig ég get verið svolítið viss. Já, sko, katt úr handa konu. Já. Þegar maður heyra gaurar í dag séu það miklu auðlar að þú veist, þeir nenni ekki eins og að reyna við það, sko. Þær þurfa að reyna við það. Þannig að ef að konur vilja gulltryggja kallmann, þá að setja á sig katt úr. Bara gegja úr. Já, þetta katt. Hvaða vitleysa þetta? Og þetta eitthvað katt 4-in-1 hleðstusnúra. Mér vantar svona, sko. Já, þannig að þetta allt saman inn á gjafadæminu hjá Kletti. Tjekkið á þessu. Þetta trillt úr. Ég bara í áfalli. Já, herru, þetta geðvitt. Ég elska þetta. Jói, þú ert með nýja þætti á Ríkissjónvarpinu. Já. Heldur betur, við erum núna búin að vera að gera heimildaþætti sögu kvennalandsliðsins og alveg frá bara fyrsta landsleik og rauninni meira þess aðeins aftar. Þetta eru 5 þættir sem að rauninni tækla söguna og það sem að svona ég pældi aðalegi þegar ég var að gera þetta var að þú veist boltinn í aðalhlutverki þarna. Við erum að fara yfir söguna, það talað boltan. Og það svolítið svona það sem að við tókum út úr þessu. Það hefði verið auðvelt og sérstaklega fyrir þessar konur sem að komu að, þú veist, verið í einhverju svona fórnarlampskýr eða eitthvað svoleiðis. Þetta náttúrulega rosaleg saga einhvern veginn hvernig þær hafa þurft að berjast fyrir þessu, en þær voru einhvern veginn bara, þú veist, heyrðu, tölum boltan. Þannig að úr varð bara, held ég, þó ég segi sjálfur frá, bara mjög flott efni og við hlökkum bara mikið til að sýna þetta. Sko, ég var það var ekkert þannig að landslið byrjaði, svo það lagt niður, svo einhver svona endurreist landsliðsins á Kópavogsvelli, bara ég man ákveðlega eftir þessu. Þetta ekki upp á 90 eða eitthvað? Ég svona 10-11 ára. Já, þetta lagt niður 87, 88 og þær spila bara ekki landsleiki í einhver 3 ár og síðan þær með í undankeppni EM 93 og það einmitt, þú veist, nákvæmlega. Þá sett saman eitthvað lið svona í kringum 90-91. Já. Þá í rauninni byrjar aftur The Redeem Team, kallum við það The Redeem Team, ég eðlilega var ég á vellinum þar. Og Kópavogur spila risastóra röll í þessu. Kópavogur náttúrulega í rauninni home of kvennabolta á Íslandi. 100%. Kópavogur, Breiðablik, Grundarkjör, Toyota. Ég hugsa líka bara talandi þetta, þú veist, ég held að það sé ekkert félag bara í heiminum sem að setur jafn mikið púður og Breiðablik í kvennafótbolta, þannig að það að segja til jafns við kallafótbolta. En þetta allavega, þú veist, einmitt bara á þessum árum, ég meina, fyrsti kvennalandsleikurinn 1981, þá þú veist, þjálfarinn Guðmundur Þórðar, sem náttúrulega Bliki, helmingurinn af leikmönnunum eru í Breiðablik, af því að þú veist, þau sögðu bara, það var bara ótrúlega vel haldið utan þetta og þannig án þess að vera eitthvað lasta önnur lið, en þú veist, þá einmitt var, þú veist, Blikarnir, þú veist, í rauninni kannski svona ákveðni frumkvölar í þessu. Já, þessi þættir, hvað margir? 5. Þannig að, þú veist, já, cirka, og síðan einmitt Logi Ólafsson? Logi Ólafsson sjálfsögðu. Við töluðum við einhverja rúmlega 50 viðmælendur, en þetta alveg, við fórum alveg og hefðum getað tekið viðtal við ennþá fleiri, en þú veist, kannski einmitt svona þú veist, fram að fyrstu 3 þættirnir, það kannski svona til aldamóta og síðan þættir 4 og 5 svona kannski einmitt svona siggaraka tíminn og upp úr, þannig að þá kemur kannski hluti sem að mann meira eftir. Ef menn kafaði stípri í þetta, þá náði Logi hörku árangri í þessu. Það voru eitthvað nálægt í Evrópukeppninni þegar þetta var einhvern veginn öðruvísi. Algjörlega. Kringur 94 eða eitthvað. Við förum í rauninni í 8 liða úrslit EM
sem að samt þá bara í rauninni play-off að komast á eitthvað svona Final Four lokamót og það það bara til jafns við okkar besta árangur áttalega úrslit, skilur en bara setup var bara allt öðru svo engin peningur í þessu, þannig að þá var þetta engin umgjörð en það lið bara klikkað skemmtilegt út með Möggu Ólafs og Ásthildi Helga bara 17 ára inn á miðsvæðinu og Ástu B einhvern veginn svona sem svona gamlan ref ennþá að skora Ertu það djúpur á þetta tengdu stelpum og getur talað Margréti Ólafs bara sem Möggu Ólafs? Ég kalla hann alltaf Möggu Ólafs það bara, þetta nýr keli Já Nei, en þetta er alveg rosalega skemmtileg saga og líka bara, utan vallar sömu leiðis, ég meina við munum eftir því þegar sátu fyrir á bikiníum og voru að auglýsa landsleikinn og jafnréttistofa mæti að Fox ruglaðar út í þetta en bara, jokes on them þegar það mættu bara á 200% aukninga eitthvað, 2000% aukninga völlin og allir skellir hlægandi og síðan náttúrulega líka bara í seinni tíð skilur Siggaraka bréfið fræga og allt svoleiðis, þannig að það er bara farið í allt Heldur betur, hvernig byrjar þetta? Sunnudaginn, fyrsti þáttur á sunnudaginn eftir fréttir og bara næstu 5 sunnudagar Eftir fréttir og tákmálsfréttir? Já, fyrst og síðast Og svo Theodór Hervarsson með veðrið? Já, og umferðina kannski, ef maður bæti því við Það eru náttúrulega tákmálstúlkaðar Tákmálstúlkaðar á RÚV 2 En það er að hitta náttúrulega upp fyrir þetta líka með það eru náttúrulega að spila 2 leiki núna í þjóðadeildinni mæta Noregi í dag á Lerkendal klukkan 6 hann var alveg komið tími til að vinna, þær hafa ekki unnið síðan júlí í fyrra, þær eru unnu Pólland annars hefur þetta verið svolítið af jafnteflum og töpum þannig að svona hafa upptaktinn fyrir EM góðan sem að fyrsti leikur Sveindi Steina skiptir lið og hún fá Rob Holding með sér til Bandaríkjanna eiginlega bara sagði honum að skipta lið Big Bobby Holding Það er gott að búa í LA, ég get alveg sagt þeim það er bara flott Það er engin umferð þar eða? Það er lítil Hann er ennþá samningsbundinn Crystal Palace Já Elsku kall En sko ég með álíka leiklegt að ég komist í Crystal Palace Já, ég með lausn á umferðarvandamálunum í LA Ok Það er bæta við einni Já, það hefur endar blessunulega algjörlega Þeir reyna það ítrekka Það getur við að sjá þetta Já Björn Teits hafði mikinn, ég var alltaf að stuða hann með því að bæta við einni akrinni viðbót þegar ég var hérna. Þetta var mjög gott. Heldur betur, förum í bestu deildina með landlagsinu og góða landlags og bleikjan auðvitað frá Samherja. Samherji og Dóttor fútból þar sem sjálfbærni og samfélagsleg ábyrgð tekin föstum tökum. Förum í leik Breiðabliks ÍA, ótrúlegasti fótboltaleikur sem ég hef séð á síðustu árum. Síðustu 20 mínútur í fyrirhálfleiknum eru langskemmtilegasti fótboltaleikur sem ég horfði á þessu ári. Það átti að vera rauðspjöld, 3 víti kannski, það kannski getur verið 7 mörk á þeim kafla en þau verður 4 held ég. Ótrúlegu leikur, Gunnar Birgisson, þú varst á svæðinu. Hvað er að blikunum? Það er erfitt að segja, það er náttúrulega munar leikmenn eins og sérstaklega náttúrulega bara þegar Höskuldur ekki En hann leikmanni? Já Á hverju er hann búinn að fá allir þessi gulu spjöld? Sum þeirra, það var nú 1 á Kópavogsvelli allavega sem ég manni en skiptir ekki máli, ég meina hann er bara Þetta eru 5 leikir, byrjum við betur, hvað er hann komið með marga leiki í deildinni? Hann er komið með 8 leiki, og allir spjöld En það er líka tölfræði sem bakkar upp, ég held ég að Blikar eru með flest spjöld en fæst brot held ég eða eitthvað svoleiðis en ég meina hvað er að Blikunum það er bara, þú veist, þeir eiga erfiðleikum með að verjast föstu leikadrum bara miklum erfiðleikum og við sáum það bæði á móti IA og FH, eða FH var ekki föstu leikadri, það voru fyrirgjafir og annað mér finnst svona sóknarlega staðir mikið verið að bíða alltaf eftir einhverju svona úrslita sendingu lítið svona þetta flæði sem maður sá oft í Blikaliðinu það er að segja það sem að svona menn eru synkaðir vel saman, fáar snertingar mikil hreyfing án bolta og mér finnst svona alltaf eins og boltamaðurinn sé svolítið sá sem er að stýra ferðinni Boltamaðurinn? Nei, maður með boltan mikið eins og hann sé að stýra ferðinni en ekki öfugt eins og þetta ætti í raun og vera að mennirnir í kringum hann séu að hlaupa og fría sig
og Skaginn, ég meina, þetta var náttúrulega bara fullkomið fyrir Skaganum, leður þeir komist yfir, þá vissum maður að þetta yrði bras og þeir hafa áður gert þetta á Kópavogs, komast yfir og svo bara fara þeir í 6 manna blokk. Svakalega skemmtilegt frammeirið dúó þarna hjá Skaganum, Viktor Jónsson og auðvitað Ómar Björn Stefánsson, þeir bara keyrðu á það og miklu fljótar og allt svo leiðis og Blikar reyndu náttúrulega að fá hafsend yfir línuna, þannig að fara fram á lokametrunum við félagskiptaglugganum, það klikkaði og varnarleikurinn í algjörum mólum, þessi leikur hefði alveg getað farið 11-2 eða eitthvað slíkt því að besti leikmaður Breiðabliks var líklega bara Antoni Markir og hann varði nokkuð ágætlega ummennan leik hérna Jói Skúli, ég meina það engin spurning að Ómar Björn Stefánsson sem sonur hérna Metta Stefán sem að fekk rautt spjald á hverju tíma það var eina sem var örugt í þessu lífi hann átti náttúrulega að fá eldrautt spjald fyrir að gefa Valgeiri sinni olbúaskot Já, og maður svona mann finnst mjög skrítið einhvern veginn að hann fái yfir höfuð gult spjald, hvað var dómarinn raun að sjá kannski, hvað sá hann sem að gæti ekki verið, hann reynir að negla hann hérna, hann hitti bara ekki andlitið á honum ég held bara að dómarinn hafi ekki séð neitt og bara einhvern veginn svona hugsað, gult spjald að báða eða whatever, en er enda bara gult spjald á Ómar, en klálega eldrautt spjald og heppin, en það var svona Luis Suárez ára yfir honum í þessum leik átti örugglega að láta henda sér út af mark og stóðsetning, alltaf að einhvern veginn bara þetta mark þriðja markið, Ágúst hvað heit hann, Ásgeir Hafsendin, Ásgeir, já, hann ég raunir bara að fara að skíla honum einhvern veginn en hann bara naggast Ásgeir Helgi og bara pakkar hann saman og báðir Hafsendin hjá Blikum soft einhvern veginn í eiginlega öllum mörkunum og bara varnarleikur Blika yfir höfuð frekar þetta var hryllilegt þetta getur verið svo mörg í svona leik það Marko Vardic átti eina bestu sendingu sem ég séð bara í íslenskum fótbolta á undanförnum árum á fleygiferð hendi ykkur af vippu það var svo chipan mín að Marakómastu fyrir aftan sandin þetta var þannig dæmi og Viktor Jónsson klúraði því reyndar En svo er það þannig að Árni Marino var í gjafastuði í þessum leik. Hann reyndi að fá hann yfir sig í byrjunum seinna leiks. Herðu, svo kemur eitt moment þar sem staðan 3-1, boltinn bara eitthvað leiðin út af. Ákveður að fleygja sér út fyrir markið og slá hann inn í teig og bara maður bara svona, langar hann í spennu hérna í lokin eða hvað, er þetta ofleiðilegt eða? Já, ég meina það er þetta færi sem að Tobias fær líka hérna, ég held að við hefum fengið allt annan leik hérna í lok, bara síðasta snertingin í fyrri hálfleik nánast, bara dauða færi, þess að maður bara hittir ekki boltan á markteig, Þar var svolítið leikurinn, en ég meina, ég er ekkert að segja það að þetta rauðaspjald, ef að Ómar hefði fengið rauðaspjald, að leikurinn hefði farið eitthvað öðru sér, ég meina Skaganum líður vel í lágblokk og Blikarnir eiga erfitt með að tæta lágblokkir í sig það sem að ég skil hins vegar ekki er það Tvana Khalil Ahmed hann reis náttúrulega mjög hratt upp í dómarasysteminu á Íslandi svona kannski mögulega aðeins ofrætt maður búin að sjá mjög marga leiki hjá honum og mér finnst vanta svona leikstjórn að maður sér svo mikið þegar að dómarar eru góðir í að láta leikinn flæða það ekki verið að og við það voru bara 2 leikir í þessari umferð sem að það ekki oft sem að maður að pikka, við erum ekki oft búin að pikka út dómara síðan að það komið í 9. umferð. Við erum ekki oft búin að pikka út dómara og mér finnst þessi deild svona heilt yfir hafa verið vel dæmd. En ég á eftir að sjá leik sem að Tvana dæmir sem að flæðir bara almennilega, hann er mikið að stoppa og taka leikmenn til sín. Já, hann er mikið spjallari. Og það svona tekur svolítið allt tempo úr leiknum út því að eins og þú segir, þessi síðasti hálftími í fyrri hálfleik hann var stórkostlegur út því að það var sókn og ég meina, Skaginn fekk líka átti líka að fá markarna, það var mjög tæft í það minnst, ég veit ekki hvort það var inni eða ekki, það var mjög tæft ég held að hann hafi verið inni, já en svo er annað með Blikaliðið að þeir eru búin að skora 14 mörk fá á sig 15 já, þeir eru með mínus þeir eru búin að fá á sig 10 mörk eða 11 mörk á móti IA, Fram og FH það, þú veist, ég meina og ofan á þetta allt, þá var Anton Ari búin að vera einna betri leikmenn í Blikaliðs í sumar þannig er búin að vera frábær en þú veist, ég meina það er bara þannig þeir eru með -1 í markatölu það er mjög langt síðan að við sáum Blikalið með -1 í markatölu þannig að þú veist, eins og ég segi það er einhver smá spennitreya eðlilega, ég meina það er að koma nýjir menn inn á, eða nýjir maður inn á kantinn og í raun 2 nýjir menn, Ágúst Orri og Óli Valur þannig að þú veist,
og náttúrulega Tobias Thompson þannig að mögulega menn bara eftir að synka sig þeir saman. Það svolítið meðsli núna fyrir leikina mútið Víking. Ég meina það vantar að og ég meina Óli Valur ekki að fara að ná sér á 3 dögum eða neitt slíkt. Þannig að það er pínu vesinn. Já. Og það sem ég ætlaði sorry, ég talaði í svo mikla hringi. Ég held samt að þó að ég hefði fengið rauðaspjaldi, það var það sem ég var að leiða að, þó að ég hefði fengið rauðaspjaldi, ég er ekkert endilega vissum að leikurinn hefði tiltast alveg yfir hinum megin, sko. Þetta var bara svo rosalega bitlust hjá Blikum, þannig bara fannst þeir aldrei líklega til að gera neitt annað í seinni hálfleik, sko. Þannig að en ég meina, ég held að sé, er ekki best eftir svona leik samt að fá bara toppliðið á þinn heimavöll, ég veit ekki, segð þú mér. Ég myndi halda það. Ef þú ætlar að svara almennilega fyrir þetta, þá gerir það á heimavöll á móti topplið. Ég vil ekki tala eins og allir kjánandi gerir þetta og segja hrós á, er það ekki rámt? Segja, heyrðu, hrós á Jóaskóla. Jú. Hrós á Skagamenn. Herri, ég verð bara að hendi hrós á Búlis Media. All praised, er þetta ekki? En ég verð hins vegar að hrósa Skagamennum fyrir að mæta óttalausir í þennan leik, taka algjörlega yfir hann, skapa öll þessi færi. Aular af skor ekki fleiri mörk. Þetta var ótrúlega svona ábúinlega verið gaman fyrir Skagamenn að sjá eftir hversu lélegir hafi í raun og verið í mörgum leikjum. Þá var þetta mögnuð framistæða Skagamanna. En nú kemur einmitt á daginn, þú veist, það er mjög auðvelt að berja sig saman í svona leik, bara eins og við sáum mútið FH sem voru frábærar á mútið Breiðablik. Eða gerði vel í sínu, svo faraði að tapa múti Eyjamönnum og svo þegar IBF afnúna næsta leik, þú veist, ég meina ég ætla alveg að spara kannski að, þú veist, jú, þetta var frábær leikur hjá þeim, en leikinir sem þið þurfa að vinna eru náttúrulega líka þessi liði í kringu þá. En er þetta ekki bara segjum okkur út í eitt, Jói? Hendum 2 hafsendum á þessu íslensku, sendurum á þessu íslensku hafsenda og bara keirum aðeins á þá, spörkum honum fram og látum á díla hérna með Viktor og látum á díla hérna með þessa gæja. Algjörlega, þeir allan algjörlega kóðnuð undan pressinu þarna og bara líka einmitt bara, veist, öll mörkin er einhvern veginn þannig bara að Skaginn er að vinna, þú veist, annan bolta, 3. og 4. og bara einhvern veginn, þeir voru bara ekki með Blikarnir. Unbelievable úrslit kom á óvart, hefði getið verið stærra, Blikar hefði líka getið skora meira átta leikur, frábæra auglýsing fyrir fótboltan, áfram fótbolti. Frábæra auglýsing fyrir deildina. Förum og höldum áfram því að Bíkó eru núna konum með umboðið fyrir Weber. Já, nei, þeir eru með grillinn, búin að vera með grillinn í mörg ár, en þeir eru komið með Weber múrblönduna. Það er þekktasta múrblandan í bransanum sem er Rolsin í múrblöndun, Weber, ef þið bara googlaði það strákar. Og hvernig tókst þeim þetta? Ja, sko, þetta er aðal múrblandan, Weber Flor. Og það er ekkert betra en að múrblanda sem að sé eitthvað gert ráð fyrir ljós einhverstað veggljósi, mæta með múrblöndun og býta aðeins, segja frúna að slaka aðeins á, blanda í smástund, basla fyrir, aðeins að nutti yfir þetta, pússa. Meðan hún kíkir bara úrið. Já, meðan hún kíkir úrið á meðan. Kattúrið. Frábær múrblöndun þarna á ferðinni. Blöndunin var hins vegar ekki góð hjá Káringum í gær sem mættu sofandi í Garðabæinn, líki leikmenn búin að missa hausinn, manni sýnist nú markmaðurinn vera orðinn lítill í sér á KR, búin að fá sér mikið af mörkum og það er ekkert verra fyrir sjálfstraust markverðar en að fá endrast af mörkum á sér og það er farið að býta á hann blessaðan. Hvaða bull voru svo fyrstu 11 mínútur, Jóskúli? Þú veist, þú veist, ég veit það ekki, ég aðalega horfi bara í, sko, að skoða bara varnarlínuna hjá KR. Þú veist, þú ert með Ástbjörn og Hjalta í hafsendum, þetta eru bakverðir og þú veist, þetta eru bakverðir, þú veist, ágæti bakverðir, en þú veist, þú ert búin að setja á þetta í hafsend með, sko, ég veldi líka fyrir mig hvort það hefði ekki verið, hann var með Gyrði í hafsend til dæmis á móti Val, þú veist, að vera einhvern veginn að hrófla í þessu öllu og sko líka bara með fullri virðingu fyrir öllum þessum leikmönnum. Þú veist, þegar þessi varnarlína er svona með þessa 2 bakverði hafsendum, þú veist, hafsend, miðjumann, svona svissneskan vasanhíf í bakverðinum, þetta er í rauninni bara back 5 lengjudeildarlið. Þú veist, ef maður á að vera bara brutally honest hérna. Þú veist, ég meina Gabriel er búin að vera virkilega góður á sísoninu og Hjalti svo sem allt í lagi líka bara í bakverðinum, en þú veist, þetta er bara ekki, og þú sást bara að þeim leið ekkert vel, bara, þú veist, þetta var bara tauga hrúa einhvern veginn bara þegar boltinn kom á það, sko. Uppáhaldsmarkið mitt í þessum leik var hins vegar fjórðamark Stjörnunar, því að Örvar Eggertsson sem að er mest íþróttamaðurinn í þessari deild, er bara svona Gunnar og Hlíðar enda 2025 útgáfan,
hann sýndi þarna óvænta mýkt, hann byrjað að vippa, þetta bara svona strákur sem ég myndi banna að vippa á markið, bara ef þú ert eitt á móti markmanni þá sólar hann, fara annað rautt spjald eða mark. Það bara allt annað að sjá hann hann vippaði bara. Já, bara, og maður manalega eftir honum bara þegar hann var að koma upp, þegar maður spila með Víking og annað og bara líka í Áka fyrst, hann var svolítið svona, ógeðslega fljótur að sá allir að það var hellingspotential en það var samt oft svolítið styrt og kannski smá líka bara, manni fannst hann ekki sjálfur hafa trú á því að hann væri að fara fram hjá mönnum. Núna hann bara spilandi, komin bara með strípurnar og ekkert eðlilega mikið svægi bara yfir hann. Og ég var að skeggja og allir baka. Gunni Birgis, þú reyndi fyrir þessi markmaður. Hversu vont það fyrir markmann að vera alltaf að fá þessi mörg? Já, það ekki spes. En að móti kemur þá held ég nú samt að hann ég alveg... þekki það mjög vel að fá mörg en ok, að móti kemur að ég held nú að hann hafi svona kannski alveg verið meðvitaður þetta og það séu allir meðvitaður þetta í minnst núna umræðan meðvitaður það að fá sér 22 mörg í fyrstu 9 leikjum kannski ekki 22 mörg en ég held samt að liðinas Óskar séu alveg undir það búin og maður sér það alveg að þeir láta ekki mörg á sig fá þeir fá þarna á sig þessi mörg en þeir stýra leiknum náttúrulega frá A til Ö fyrir utan það Ertu ekki... Jú, er ég á Já, og þú ætla að segja að leikur þessi búin eða ekki? Nei, ég meina, í stöðunni 3-0 eftir 10 mínútur mjög nálægt í Já, ég meina, eins og ég segi þú veist þetta samt tölfræði sem við höfum bara ekkert séð oft áður 74-26 í possession Stjarnan með rétt rúmlega eina sendingu á mínútu í fyrirhálfleik heppnaða ég meina, þarna sjáum við kannski bara munin á þjálfara sem mjög skýra hugmyndafræði sem hann fellur ekki frá og svo hins vegar þjálfara sem mögulega undir smá pressu þarf að sækja sigur til þess að svona seðja eitthvað og tilbúin að falla þá frá þeirri hugmyndafræði sem hann hefur kannski svolítið talað og þetta kannski ástæðan fyrir því að Óskar Hrafn sé eftirsóttur þjálfari í útlöndum að erlend lið eru að taka stöðuna á honum og þetta kannski ástæðan fyrir því að Óskar hefur náð þeim árangri sem hann hefur náð að hann með óhaggandi hugmyndafræði. Já, ég meina, ok, Óskar ferskasti andblæð sem hefur komið inn í íslenska fótboltan á samt. Ég meina, það ástæða fyrir því. Engin spurning, bara engin spurning. Hins vegar verður að reyna að vinna leiki og þannig Jökull bara að reyna að vinna leik. Já, færi upp í hendurna, 3-0 stöð eftir 10 mínútur. Við vorum að tala varnarlínuna hjá þeim. Við vorum að tala markmanninn hjá þeim. Já, og við vorum að tala meiðsli og annað hjá þeim, Luke Ray og fleiri. Bjóst þú við því að þetta KR-lið væri titilbaráttu í sumar eða? Nei. Þeir ná nokkrum góðum úrslitum. Já, ég veit að þetta KR en ég meina hver hefur uppbyggingin verið í KR síðust ár? Það bara algjört aðstöðleysi og ég meina... Já, og hvað? Ég meina, það hægt að nota það sem afsökun. Það hægt að nota það sem afsökun eða það hægt að nota það sem tækifæri. Þú veist, Óskar frábær þjálfari og ógeðslega gaman að horfa út og allt svolítið. Hins vegar verðum við svona, við tókum ekki þessa nálgun á Greg Rætir mögulega því að núna sjá eitthvað pattern í play og við sjáum eitthvað hvað í gangi á KR hins vegar, þú veist nei, við verðum bara að horfa á úrslitin það eru 4 töp í röð verðum að horfa á úrslitin ég meina, eru öll liðin í þessari deild úrslita based og enginn með neina framtíðarsýn í neinu sem þau gera fótbolti snýst bara úrslit ég meina, eins og staðan okkur núna þá eru KR-ingar stíi frá bottsæti já, og það þú verður bara að taka því alvarlega það því að þú getur ekki hort eitthvað fram hjá þau sagt bara, við erum að gera frábæra hluti og hér tölfræðin, gjöru svo vel þegar tölfræðin sýnir að þú stíi frá bottin þeir skora flest mörg þeir fá vissulega mest á sig þeir spila skemmtilegustu fótboltan þeir eru með langskemmtilegustu leikina þeir eru með frábæra stuðningsmenn sem að standa klárlega á bak við liði sama hvernig gengur og sama hvað ábjátar fyrir mér þá eru stóru sigrarnir hjá KR það innkoma Júlíusar það innkoma Sigurðar Breka og Alexander Sraps KR-ingar sem eru að koma inn Mér finnst þú verið svona 90s blíki að tala fótboll bara eins og að þetta sé einhvern veginn frábært að spila góðum fótboll þeir eru stíi frá bottsæti það sjá það allir að Breiðablik, Víkingur og mögulega Valur eru í algjörum sérflokki í þessari deild Ég hef ekki séð að spila með skjóðsar Nei, trúðu mér bara eftir 27 fyrir þá verður það þannig Já, trúðu mér eftir 27 fyrir þá verður það þannig Já Ef að öll lið ætla að hugsa, við förum bara inn í hvern leik til þess að vinna skiptir engum máli hvernig, við ætlum að sækja bara hvaða leikmenn sem við ætlum bara að sækja sigur og við ætlum bara að hugsa einn leik og eina viku fram í tíman. Hver langtíma pælingin?
Hver langt? Heldur að KR með allt sem á undan hefur gengið í KR, heldur þú að KR hafi komið inn í þetta tímabil og hugsað, herðu, nú förum við og stígum skrefið í titilbaráttu? Hvernig breyttist Víkingur? Þeir fóru að vinna. Já, þeir fóru að vinna en transitionið frá því að Arnar tekur við, það var painful. Já, ég meina þeir hefur getað fattað. Já, kannski gefa, já, kultúrin að breytast, æfingakultúrin að breytast, þess vegna mögulega eru fleiri meiðsli, af því að menn eru ekki með þennan æfingakultúr. Þetta eru menn sem hafa ekki æft svona. Ég ætla bara að hrósa það fyrir hittulega vörn. Þetta er engin vörn, ég er bara hrifin að því þegar menn eru með skýra hugmyndafræði. Hversu mörg lið í þessari deild eru identity-laus. Hvað er identity, þú veist, hvað er identity Vals? Hvað er identity, þú veist? Valur er til að vinna. Já, ég veit það. En hvað er playing identity? Eru þið með eitthvað playing identity? Vinna og skora meira en hittuð. Sko, kannski varandi playing identity, þá held ég að hljóti að vera áhyggjuefni að síðustu 3 mörk sem KR skorar í síðustu 2 leikjum, það náttúrulega bara Aron Sig að bara gera þetta upp úr engu. Það ekki eins og þeir séu, mér finnst það eins og horfa á Skagaleikin, það skoruðu þeir mörk í öllum regnbúast litum og þú sást á bara einhvern veginn salta yfir allt. En mér finnst kannski að 3 tapleikir í röð, ef þeir væru að gal opna vörnina með bara 5 big chances missed eitthvað á móti öllum þessum aula mörkum sem þeir fá á sig, ég held að þaðan komi kannski umræðan akkurat núna. Sóknarleikurinn hefur kannski rosalega mikið snúist hvað Aron Sig að gera. Já, Aron Sig verið mjög góður í þessu öllu saman. Ég meina bara horfið á þetta, án Aron Sig í þessu liði, þetta ekkert annað en bara bottom 6 lið, sko. Nei, við svo sem rættu það líka fyrir móta, þetta væri okkur, þetta væri mikið að leikmannum úr slökum liðum, nú eru þeir að kaupa eitt frá Njarðvík og Njarðvíkingar í fyrsta skipti í söguna að selja leikmann. Kosicin að koma þarna, Amin Kosic, kemur upprunalega úr þessu magnaða starfi HK og fór það hana því hann fekk ekki tækifæri? Já, það var bara... Það vantaði alltaf identity hjá HK-mennum þar. Nei, það er alls konar ástæður. Við vonum bara að Kosic gangi vel á hjá KR, hann kemur ekki þangað fyrir í næsta mánuði. Sko, því að... Já. Og þetta er skemmtilegur fótboltamaður, mjög hæfileikaríkur og... Já, þeir eru stoltir, veit ég, Njarðvíkingar. Sala. Já. Stoltir Njarðvíkingar. Sko, já, en það er náttúrulega búið kannski að svona tvista eins markaðir með því að Valur borgar líka rausnalega upp að skilst mér fyrir Andi Hóti. En þú veist, aftur, þannig hefur bara verið að sækja í, og það sem Óskar hefur verið að gera, sækja í neðri deildar. Já, ég meina, þetta er bara frábært. Ég hef tröll að trúa þessu. En svo annað í þessu, að því að, ég meina, við erum að ræða stjörnuna, ég meina, þú veist, ég ætla ekki að taka það af stjörnunni. Þú veist, Stjarnan með eitt besta yngreflokkastarf á landinu, með virkilega öfluga þjálfara og ég hrifinn á Jökli sem þjálfara, en svo kemur eitthvað svona eins og til dæmis eins og Stephen Colker, ég hef ekkert eðlilega gaman af þessu. Já. Og þetta er alveg svona skemmtilegt. Já. En hvort að Stjarnan að vera í þessu? Þetta nákvæmlega sem að ég skil ekki hvað Stjarnan stendur fyrir. Nei. Þú veist, einhvern veginn, Stephen Colker, þeir eru bara að reyna að quick fix á einhvern hafsend. En sko Stephen Colker, hvað mun hann skora í bestu deildinni ef að einhver kann að gefa fyrir hann? Já. Þú veist, ég meina, þetta var bara fyrstum gæðin í fantasy, ég kefti alltaf, fekk hann oft á 4, sko, skellir hlæjandi, sko. Og leikmaður sem að Jürgen Klopp hreifst heldur betur af. Ég fór að leiki hjá hann bara Loftus Road fyrir nokkrum árum síðan, sko. Þetta er skemmtilegt, ég minnst þetta gaman. Já, ég hef mjög gaman af þessu og auðvitað litar þetta og auðvitað mögulega fær þetta fólk líka á völlin sem er náttúrulega það sem við viljum og það er svona umgjörð og allt hjá Stjörnunni til algjöra fyrirmyndar. En aftur þarna, þú veist, ég meina... Já, þetta er töffari, ég hlakka til. Já, bara hver er pælingin? Ég skil að þetta er svona Grindavíkur sæning. Já, vinir mínir í Grindavík. Þetta er svona... Það er nú bara í tár í augun þegar ég hugsa Grindavík því að ég er að skemmta mig svo vel þar núna undanförnum í þessum frábæra golfklúbbi þeirra og þar gerast ævintýrin í dag á þessum uppbyttaða golfvelli Grindvíkinga. Það er hittið að undir. Og ráttað á því. Þeir sjá eini, endar hann íðagrætt og hendar mjög leik. Ég var svolítið lengi að ná þessu. Þeir fyrir höldum áfram löður, sérum að halda bílnum hreinum með löðri Skarland byggja og við kíkjum á fleiri leiki. Það verður stuttir hérna. Vestri Víkingur 1-0 Víkingur.
Þetta var hrikalega leiðilegur Já, leikur. en síðust 10 mínútur þá náðu Vestri að læsa Víkingana niður. Ég upplifði þetta svolítið þannig að Vestri í rauninni voru bara ekkert eðlilega ánægðir með hvernig það var að spilast, þú veist, þeir voru ekki að gefa mikið að færum á sér, þeir héldu þessu mikið til, en þeir voru, þú veist, sóknarleikur þeirra var non-existent, en síðan kemur, þú veist, ég meina, og það kannski bara bettið hjá liðinu, síðust 10 mínúturnar, þú veist, fáum hotn, þú veist, skjóta á mörgum stöðum, þú veist, deflection í hotn og einhvern veginn og bara, ég held í raun að gameplani hjá Vestra hafi þannig sér alveg gengið, það bara vantaði að fá jöfnunarmarkið, skilur. Og þetta er náttúrulega, þeir áttu líka bara fínan leik á móti Breiðabliki þarna heima, þú veist, og er ekki að tapa leikju stórt og þannig að þetta er bara, þú veist, þetta er bara svo vel þæfð þessi vörn hjá Vestra, bara, þú veist, frábærir að þarna tilbaka. En þetta er hins vegar fullkominn leikur hjá Víkingunum. Þeir ná að hvíla leikmenn. Láta skipta hálfleika milli Níko og Gylfa. Þeir taka Valdimar út af. Þannig að þetta lítur vel út. Ali Basim spilaði þarna fyrsta leik eða hvað sem hann vill láta kalla sig. Ég veit ekki alveg hvað, notar hann þetta Almosavi nafn eða? Ég hef ekki spurt hann. Nei, voru ekki spurt hann. En þetta var allavega flott úrslit hjá Víkingunum. Ég sá ekki hver Slá ekki dvelja og lengi við hann. Nei, ég sá ekki hver var sem að brauta á Tarik. Það var Kræl. Já, ok, það stendur Eiður Aron hérna á Fótbolti.net. Nei, það var ekki hann. Það var mjög... Myndatakan var mjög skrítin í eins og leik. Það var mjög skrítin, þú veist, þetta var sko, þú veist, svona sticks out a lazy leg, nema bara, þú veist, þetta var samt sko ekkert eðlilega sterk og hann bara honum bara einhver kongulóar maður hérna, sko. Maður leiksins fyrir mér. Og við komum kannski aðeins betur en á þetta í vonandi næsta leik sem þú ert að fara í. Maður leiksins. Já, ég ætla að velja maður leiksins. Það er Sigurður Hjörtur dómari. Já. Frábær eins og ég allan vetur. Já. Sammála. Mér finnst hann frábær bæði í fótboltanum og handboltanum. Já, það held ég. Haldum áfram í bestu deildina með Kjarnafæði. Það er aðalega hvað hann er mannlegur. Hann er bara frábær dómari. Auðmýkt, já, algjörlega. Hann var ekki góður dómari, hann er frábær dómari í dag. Toppstandi líka. Dótturfútból. Þú þarft að vera það. Algjörlega. Þetta er tempódeild. Endur betur, Kjarnafæði og Dótturfútból. Við vorum með smá workshop í vikunni og fundum ekki alveg slári sem vorum að leita. Við ætlum að nota tequila. Við ætlum að finna einhverja vöru á Kjarnafæði sem átt að rýma við þetta. En pizzu skinka var það skásta sem við fengum út úr þessu. Þannig að það stendur í annað workshop þá. Það stendur í annað workshop hjá Dótturfútból og Kjarnafæði. Pizzu skinka, það bara virkar ekki alveg. Það eru 4 atkvæði. Höldum áfram og förum í fleiri leiki. Hvar viltu byrja, Gunni, ég ætla að leyfa þér að byrja að laga? Afturöldingu, gjör svo vel. Já, það er Valsmenn Mennit W. Já. N1, já. Já. Sáu ekki vattarhelming afturöldingar fyrsta hálftíman og þá var 9-0 í marktilunum fyrir afturöldingu. Svo náttúrulega bara Markus Nakim hakkar Hrannar Snæ inn í teig og ekkert dæmt og Patrik Pedersen fær síðan, Lukas Logisi fær síðan víti fyrir afskaplega litlar sakir þykir mér, miða við það. Já, ég meina talandi þetta lazy leg, Jónatan Ingi náttúrulega brýtur nákvæmlega eins af sér líka á 90. annari þegar hann tekur Hrannar Snæ niður. Helgi Mikael var líka dómari á móti Fram, þar sem að Fram skoraði 1 órulegt mark og áttu mögulega að fá sér 2 vítaspyrnur. Þetta, ég meina, leikurinn hefði algjörlega snúist í allt aðra átt því Afturelding var með öll tök á þessum leik fyrsta hálftíman þar til að Valur fær þetta ódýra víti. Mér er svona, ég veit ekki, mér fannst þetta frábær leikur í Aftureldingu ef ég á að segja alveg en Valur gerir vel í að þú veist, leið og taka þetta víti þá taka þeir svona svolítið öll völd en Afturelding líka öflugir í seinni en þú veist, úr því sem komið var að, þú veist, vinnur Valur bara sanngjarnt en eins og sé, það hefur verið gaman ef að Hér sitjum við náttúrulega 2 mjög litaðir. Já, klálega. Ég er alveg sammálaðir að Hrannar hefði alveg mátt fá víti í fyrri hálfleiknum. Mér fannst þetta hins vegar algjörlega pjúra víti sem að Lukas fær það er rauninni bara komið inn í hann og kannski munurinn á því og með Jónatan í lokin var að
hvernig Lukas dettur miklu náttúrulegra með við touchið sem hann fær og meðan Hrannar einhvern veginn næri ekki að detta bara á réttum tíma fannst mér sko, mér fannst hann bara Lukas rúllaði 4 hringi og svo stað já, það var reynda, menn verða stundum aðeins að spæsa sko, en hann var búinn að fá touchið en sko, ég algjörlega sammálaður að fyrsta hálftíman afturhalding var bara, Valur voru í köðlunum gjörsamlega, þeir bara þeir að reyna hann að spila stutt frá markmanni og yfirleitt endaði bara þannig að Hólmar var komin út í hornfána einhvern veginn að reyna að finna sendingu og þetta var alveg þetta var virkilega lélegt en aftur á móti síðust 10 mínútur fyrir hálfleik þá einhvern veginn kveikjaði á sér ná þessi marki númer 2 og svona það þetta einhver sá leiðilegast í seinni hálfleikur sem að ég hef eiginlega bara hort á sko. Bara valsmenn læsa læstu og frábær sigur hjá þeim Túfa, hann grætur enn töpu stig á þessu tímabili því að þeir ættu að vera með meira að hans mati og það er svo sem alveg ættu að taka undir með honum að þeir geta alveg átt fleiri stig þarna einhvers staðar inni. En ég svo sem alveg líka geta alveg bara sett eitthvað því á hann sko eða bara á liðið skilur, þetta er bara auðlaskapurinn með KR-leikurinn sérstaklega skilur, bara grátlegt sko. Höldum áfram, förum yfir í Úlfarsholt, förum á Saladísi, fram 1 KA2, þessi karakter í Akureyringu. Má ég bæta einu við? Lukas Logi er búinn að vera frábær núna í síðustu leikjum og hann er loksins einhvern veginn og kom með miklar væntingar inn í Val, hann er búinn að vera virkilega góður núna síðustu leiki. Og við slum, ef ekki verið, geta það Aron Jó líka? Jú, búinn að vera mjög góður. Já. Revenge is best served cold, eins og það segir. Já, frábær sending sem 5 víti í fyrsta markinu. Hvað sagðir þau? Revenge is best served cold. Já. Það er kaldur diskur. Revenge is a dish best served cold. Já. Maður er að reyna að læra hvað krakkarnir er að segja. Já, flottur sigur hjá Káa á Saladinu í gær. Eitthvað myndi að segja strákar, náttúrulega mikið af uppbótartíma þarna og mikið af stopp í leiknum, hann var bara aldrei í gangi þessi leikur. Það var svo færingurinn geðu í Jóhann Símon Edmundsson sem skoraði sigurmarkið. Loksins. Ég tók kannski alveg út úr þessu að það er rauninni bara 2 geggjaði boltar frá Bjarna Aðalsteins sem að vinna hann að leik fyrir Káa. Hann var frábæra sendingu í fyrsta markinu, hockey assist og síðan er það hann sem að lobbar hann óþægilega inn á teginn og Kenny klikkar og nafni minn, Jóhann, hann klárar þetta sig. Klárar þetta heldur betur, Ásgeir Sigurgeirsson halda honum engin böndum þessar mundir. Kjartan Atli er enda búin að kalla hann Ásgeir Eyþórsson, núna 2 þætti í röð, hann mætti einhver fara aðeins að skerpa á því. Ég þekki pappans. Hann er Sigurgeir. En þú veist eins og Hatti búin að hafa vita að hafa Ásgeir í byrjunarliðinu, eitthvað sem hann klikkaði á í fyrra. En reyndar kláraði fórsetabikkarinn þannig að það er bara eins og það er. Þeir eru búin að skipta markmann Káa menn törningin er alveg komin í markið núna. Nei, Stubburinn var meiddur. Já, ég er að segja, hann er bara komið, hann tekur hann ekki út úr liðinu ef hann er að vinna leiki. Sástu leikina? Nei, sá hann ekki. Hann var í smá brasi sko, við og við. Er hann lítill? Hann var í helvíti. Fyrirgefnir voru ekki besti vinnur hann sko. Það var bara stundum eins og hann væri bara með þurfum að kalla William litla tönn? Nei, ég myndi alveg halda að hann væri svona í kringum 1.90. Nei, hann er ekkert áberandi lítill sko. Nei, ég er erfitt með að greina hæð fólks svona almennt en 1.88. 1.88. Skráður. Já, skráður 1.88, hann er þá 1.86. Eitt sem ég ætla að segja bara markmenn á Íslandi hætti að vera númer 12. Að vera númer 12 segir öllum að þú sért krónískur varamarkmaður. Ef þið fáið ekki vera nummer 1, verið þá nummer eitthvað töff. 25. Já, þú veist. Tóni nummer 25. Verið nummer eitthvað töff, verið nummer, þú veist. Hann er að reyndar ekki nummer 21 eða verið nummer 33 eða alls ekki vera nummer 12. Það er krónist varamarkmannsnúmer og ekki vera nummer 12. Geggja að sjá í markinu hjá framanna, Sigurdsson 22. Já, 22. Það er mjög töff. Því að oft þriðji markmaðurinn á HM var oft nummer 22. 16 er líka mjög töff markmannsnúmer. Fabian Barthes. Já. Hann var oft stundum nummer 16. Handboltamarkmenn oft nummer 16. Sko, Káa voru bara virkilega flottir í þessu leik. Ég held ég 7 skota marka eitthvað og voru bara, þetta var svona temmilega léttleikandi hjá þeim. Svona með því betra sem maður hefur séð frá Káa í sumar. Ég bjóst ekki við að þeir myndu fara í Úlfarsholtsdalinn og vinna. Sko, það sem ég verið eins og smá áhyggjur af er að Hrannar, Rodri og held ég einni viðbútt sem að fóru sem eru meiddur og náttúrulega Stubburinn, ég held þeir vilji hafa hann í markinu og þeir eru að næst leika móti Stjörnunni heima sem er mjög mikilvæg leikum bara upp á að ná einhvern veginn tengja saman nokkra sigra sko. Höldum áfram N1, núna er Kosta kaffið til í Vestmannaeyjum
Það var yfirlýst markmið N1 og Costa Kaffi að Eyjamenn fengju kaffi. Gjöru svo vel Vestmannaeyingar, þessu barðismadur fyrir ykkur. Mitt góða fólk í Eyjum. Ég að fara þangað á morgun. Góða skemmtun segi ég. Takk. Eyjamenn með frábæran sigur á FH sem við myndum segja þetta væri óvænt. Mjög óvænt. Ég bara bjóst ekkert við því að Eyjamenn myndu skora í næstu 2-3 umferðir sko. Ég bjóst bara við því að Eyjamenn ættu í brasi með að ná í stig það sem eftir liðið þessar umferðir, þannig að þeir eru bara, þetta bara mjög sterkur sigur á FH-liðið sem að margir voru farnir að tala upp í Evrópubaráttu. Ég ekki að segja að það sé búið, en þetta fyrsta mark, það svíður ansi sem að Hermann skorar. Sindra kongurinn sem skoraði 13 stykki fyrir Sindra hérna á sinn tíma. Eftirminnilega. Ég veit ekki, þegar kross að koma þaðan og aksjónið að færast inn í teig, að þá myndi maður alltaf að vera sama sem gildir með bæði markmenn og varnamenn, að þú setur boltan ekki inn í aksjónsvæði. Þetta er líka þú gerir beinslega allt annað, en Böddi skalla boltan bara fyrir. Tíjar hann bara upp á punktinn sko, en þetta er sko fyrirgjöfin, þetta er alltaf bara fallífa boltan. Það var engin, og mér varst bara svo lýsandi fyrir, því ég sá alveg slatt á þessum leik. Það var eins og Eyjamenn hefðu enga trú að þess að voru að gera, og bara lýsandi fyrir það í aðdraganda þessa mark, þar sem að hann Arnar, kantmaður, fyrir keyrir á og dettur boltan einhvern veginn. Það aðdragandinn að boltinn fyrir á Felix, fáránlegu fallífa bolti. Hrósum líka markinu á Úlfi, þú að vera opið mark þannig að það var skemmtilegt, svo clever finish. Það síðan Hjaltstiðin sjálfur sem að klárar þennan leik og rísa mark fyrir hann, þetta auðvitað strákur sem að var alltaf að koma inn á og Val, mann muni eftir hann á bara 17 leikja tímabil með Val einhvern veginn, Patrik á meiddur og hann spilaði alveg helling og óheppinn, átti að skora miklu meira. Og það hefur svolítið verið hans leikur einhvern veginn, hann skorar ekki mikið sko, en það fullt í honum, nautsterkur og fljótur, hann vonum að hann pikkið upp sko. Frábær sigur hjá Eyjamönnum. En bara Bjarki, Arnar Breki, Hermann Þór, Þorlákur Breki Baxter, bara gaman að sjá þess að menn plumma sig í efstu deild. Láki, má bjóða rafsóknarbeini. Já, að Láka. Já, ég meina hann hefur, já, algjörlega. Og 2 hotfyrringar í liðinu. Ég var búinn. Já, ég held að það verið búinn. Bara tryggjaði afsökunarbeinin sé klár. Já, en það að Eyjamenn séu með 11 stig eftir 9 leiki held ég bara þó nokkuð gott. Förum í þetta, gerum þetta upp með Colgate, Tannburstöðar í morgungunni. Já, henkar ekki við að Tannburstöðar með Colgate busta og Colgate kreminu góða. Rispa svona, eða tek tunguna svolítið vel. Já, taka tunguna vel, það álag á henni. Það álag á henni, sagði ég. Þegar þú borða á henni. Mikið talað, já, talar mikið. Herri, förum við höldum áfram. Hver á bestur í þessari umferð? Hver á bestur, strákar? Ómar Björn Stefánsson. Já, Ómar Björn Stefánsson besti leikmaðurinn í þessari umferð, þjálfarinn í þessari umferð. Við getum því miður ekki haft hann líka í Skagadæminu. Það ekki Jölaból? Nei, ég ætla að setja þetta á... Já, ég myndi setja á Þorlák Árnason. Ég myndi eiginlega gera líka, bara up against it all sko. En svo annar reyndar í þessu. Ég var líka að skoða leikmenn umferðarinnar hjá fótbolta.net. Það ekki alveg skrít, þú veist, erum við að gera of mikið ráð fyrir bara alltaf Víkings og Breiðablik sigurum, af því að þú veist, þeir eru aldrei valdir menn umferðarinnar. Það var langbestu liðin. Ég að segja, þú veist, ég meina kannski eftir Sölvi Óttar sem bara vera þjálfarinn. Hann vissulega tekur toppslægin. Já, það bara Óttisinn. Já, ég svona gamli vinir, hann og Davíð Már. Já, einmitt. Þá það búðingurinn. Meira það síðar. Það má ekki velja þriðja liðið. Jú, mátt bara velja þeim leik sem þú vilt núna. Má velja þriðja liðið? Þriðja liðið? Nei, við veljum aldrei þriðja liðið. Við berum virðingu fyrir þeim. Já, við berum virðingu fyrir þeim. Búðingurinn. Hver búðingurinn þetta skiptið? Sko, ég svona alveg að velta því fyrir mér hvort að... Nei, ekki úr sama leiknum. Jú, bara mátt velja hvað sem Eitt búðing, takk. Þú veist, með við leiki sem að koma á sunnudaginn. Já. Herri, ég ætla fyrst skipti sögunni, eða nýtt. Ómar Björn besti leikmaðurinn, hann líka búðingurinn, því að hann reyndi að kveiki leiknum. Þetta bara, þetta svona, kannski ekki 50, þetta 40. Já, 40. Ég fíla það, hann gerði sitt besta í að reyna að vaska þess. Aðeins áður með förum í föstu liðin okkar að lokum.
Trent Alexander-Arnold verður væntanlega komið fyrir til Real Madrid en menn gerðu ráð fyrir. Ég ætla hins vegar áður en að við klárum þetta. Nei, ég get ekki fara hingað, ég var að fara hingað því að ég að muna það að það heil umferð á sunnudag og mánudag og við ætlum bara að tippa á þetta eldsnögt búlusmítið ef ég fæ leikina upp sem í næstu viku sem melgina. Takk hérlega, vel gestur okkar. Það frábært að byrja að klífa fjallið núna Mount Epic, tippmása leiki, Gunni gegn gestum. Gunni byrjar og við röskir að þessu KR Vestri. 3-1 KR. 2-2. Káa Stjarnan. 1-2 Stjarnan. 1-0 K. FH Afturhelding. 1-1. 2-0. IA IBVF. 3-0 IA. 2-1. Breiðablik Víkingur. Sælar. Góða kvöldið. Dömur. 3-2 Breiðablik. 1-1. Valur Fram. Traditionalista slagur þarna. 3-1 Valur. 4-1 Valur. Já, menn eru kompetent fyrir hlíðarenda liðið, kannski eðlilega, það gengið ágætlega þarna. Kannski áður en að ég segi alveg skilið við íslenskan fótbolta, þá förum við aðeins hingað. Förum í fyrstu deildina að sjálfsögðu með Auði. Nú geturðu tekið húsnæðislánið hjá Auði. Það að segja, ef þú átt, hvað þarf maður aftur að eiga mikið í eigninni? 45%. 45%. Þannig að og það allt óvertryggt og ekkert uppgreiðslugjald og allur sápakki. Fekk ég á þessi hjá henni Auði sem dóttir Kviku. Hörðu fyrstdeildin bara Þróttararnir mennið sigurinn í gær. Nú voru það Völvararnir sem að lágu í valnum. Risaleikur í kvöld Keflavík HK. Þetta held ég leikur sem að segir 6. Leiknir Grindavík Selfoss Njarðvík, annar frábær leikur, mikið líf og fjör á Selfossi þessa helgi. Jakob mótið framundan, Fjölnismenn taka mótið Íringum. Vá, já. Fjölnir í Keflavík KK. Nú þarf ég bara ég þarf að kíkja á Reyni Haralds fyrir þennan. Stærsti leikurinn alltaf Þór og Fylkir. Það er langstærsti leikurinn. Sko Gunni Nella kalla Þór? Nei. Þör. Já, hann er ófyrirlindir í sinni. Hann kallar þetta Þör. Þór Fylkir. Já, það held ég svona, þú veist, ég meina Fylkir ekki farið eins vel á stað og vonir stóðu til, en fá tækifærin í bóðanum til þess að stimpla sig inn meðal efstu liða. Hitabylgja líka á Akureyri? Já, er það ekki alltaf þannig að þegar það er gott viður á höfuðborgarsvæðinu þá er gott viður líka alls staðar annars staðar og þegar það er vont viður á höfuðborgarsvæðinu þá er gott viður alls staðar annars staðar? Ekki hugmynd. Er það ekki þannig? Þetta er speki. Já, ég menna ekki. Svona allavega miðað við síðustu sumur þá klikkar þetta ekki. Við getum aldrei fengið að eitthvað í friði. Nei. Ég þekki ekki, en við landsmiðin. Heldur betur. Og Þróttararnir með 4-1 sigur á Völurunum. Liam Jeffs. Ég var að skýra hann Ian Jeffs? Nei, Liam Jeffs. Og sá heldur hann að raða þess inn. Þróttararnir í efsta sætinu. Já, þetta er langklubb. Það sem ég reyni nú ofta að minna fólk á. Já. Og þarna er alveg óþarfi að fara að pæla í einhverjum úrslitum fyrir en bara, þú veist, þegar að líða fyrir inn í júní, sko. Já, en sko, tap hjá Leikni í kvöld á móti Grindavík. Já. Þá aftur á móti þurfum við kannski að fara að eiga svona samtala undir 4. Já, ég myndi segja að það væri svona það eina sem að maður svona virkilega svona stingur mann þarna. Það er þessi 0-1-3-2-12, sko. Þetta er hræðileg byrjun hjá mínum mannum í Efra Breiðholtinu. Það er winners and losers, einar áveru vinnarar í byggingabransanum, límin, dúkarnir, allur pakkin, fæst allt saman hjá Einari á Dalvegi. Strákar vinnarar í þessu öllu. Það er ekki Humphreys í pílunni, hann fór langt þar. Já, það voru ekki finals í björða. Já. Ég ætla hérna að því hún það invested Echo skómaður að ég ætla bara að koma fyrirfram. Lydia Ko spilar í Echo skóm. Ég að fylgjast með henni núna í US Open. Það hendar kylfingi sem ég betur að fylgjast með konunum. Já. Það er meiri nákvæmni og svona meira eins og minnleikur.
meðan að kraftarnir eru allsóðandi, þannig að Echo konan góða. Eins með blakið, það svona meiri fagafræði í kvennablækinu. Heldur betur, einhverju fleiri vinnirar sem þú vilt henda í Gunnar Birgisson? Ég meina Maresca. Já, Maresca og Chelsea, klárt. Ég meina Gusti Jó. Já, heldur betur. Gusti Jó, með kvennalið Vals sem líklega að ná árangri sem að verður seint toppaður með Evróputitli og Íslandsmeistaratitli. Ég ætla að setja líka á Lionel Messi fyrir stórkostleik á móti Montreal í gær. Ég ætla að gefa Antoni líka, hann komin aftur í brasilíska landslið, í Ant-Man. Sástu að þeir fjallist í faðma, hann og Sancho og Gretu. Já, falleg stund. Áttu þessu að þeir var að fara aftur til Manchester. Já, þeir eru eftir ekki bara þangað. Það voru gleðitár. The Ant-Man að koma. Já, þeir áttu þessu að í samningu. The Ant-Man mætir, hinn má fara. Já. Nú, einhverju fleiri sigurverðir í þessu öllu saman? Með einhverja vinnira, ég meina OKC-lið komið í úrslit. Já, Indiana Sam Presti og Co. eru búin að gera frábæra. Og Indiana er að klára það ekki líka. Hvað er staðan það? Það er 3-2. Knicks unnu í gær. Ok. Eða í nótt. Þannig að það er staðan 3-2. Going to Indy. Já. Þannig að það verður fróðilegt að sjá hvernig. Það verður gaman að fá Game 7 í Madison Square Garden. Það væri, talandi big market team og allt það. Já, þetta er svolítið Tindastóll Álftanes ef þetta verður Indiana og Oklahoma City Thunder. Nei. 2 small market teams sem að mætast þar. Það er ekki rétt. Þetta eru small market teams, það er bara þannig. Já, það eru small market, en þú verður að átta þig á því að Tindastóll er ekki small market team. Jú, það er klárlega. Ég var alveg manalega eftir þegar að Káur verið úrslum, sko. Þá hristist stúkan með Rúna Kristins í stúkunni. Já, það var moment, þeir eru lúserar drengir. Já, hvernig fer þetta með þetta knattspyrnuráð á króknum? Hvernig fara þau mál í þig? Það verður list, svona mál er alltaf list á króknum. Það má vona það. Já, og það mun gerast bara næstu dögum. Herru, talandi kroksara, ég gleymdi að rósa Jóni Gísla Eyland. Algjörlega. Ég var á leiknum í gær og þessi krossa sem hann var að koma með, herru, sorry, I wasn't familiar with your game. Sá var góður í þessum leik. Frábær. Hann var að steikja þá þarna á vangnum frábær, Jón Gísli, og það er kannski, þetta er staðan hans, wingback, meira áttar. Nú, lúsera, ég veit að þið, eitthvað illa við þetta. Hvað, eru þið með eitthvað lúsera? Ég sá að Gunni opnaði þarna Freysi tapar 0-3 á heimavelli. Það er búið að mála þetta fyrir okkur sem eitthvað ótrúlegt. Ég verður ekki skoða þetta neitt, sko, en þetta ávist að vera eitthvað ótrúlegasta tap sem að menn hafa séð, sko. Það er að segja svo óverðskuldað 0-3 tap. Já, hann er að, sko, Freysi er að breyta, hann er að spila allt öðru þessi fótbolta en hann hefur spilað með sín lið og þetta var bara, það var algjört domination í 90 mínútur en tapar 0-3 á móti, ég veit að það er En magnað að Molde vinnur hennar leik með 9 menn inn á vellinum í lokin. Já, þannig að það er frá tvöruð þannig að það verður karakter hjá Molde mönnum. Þessi stóru karakterar í Molde. Eitt Berisha bróðurinn mættur hann. Það er alltaf einhverju Berisha í þessu. Gulbrandsen, hann fer aldrei frá Molde. Já, ég er ekki, sko, lúsir. Sjaldan sé momentumið, já, skemmtilegt, sko. Já, ég vil ekki útnefna neina lúsir. Nei, alls ekki. Og Freysi er ekki lúsir, hann er frábær mann. Já, ég ætla að velja sjálfa með lúsir, ég get ekki bara eitthvað grip í þessu gólfi. Ég get bara, það er átak rabbi í erninum. Hann er með mig bara í sko, og reyna að kenna mér að halda og svo. Við þurfum að fara að kíkja á The Rabbi. The Rabbi þarf að fara að fá heimsókn. Sko, ég ætla reyndar að útnefna vinnur líka allt þetta góða fólk sem að gætt keypt fyrir allavega 20 milljónir í útboði Íslandsbanka. Óskar því ég vil líka bara og bara allir vinir mínir úr tilboðsbók A. Við erum búin að vera að hittast nokkur. Þetta er bara frábær stund. Ég er á heimskur fyrir þetta. Ég bauði tilboðsbók B. Ég er á heimskur fyrir þetta. Ég get ekki verið að standa í hlutabréfa. Ég þarf að vera með fólk í þessu fyrir mig og ég er nú reyndar ég er með frábæra bókara. Geir Guðmunds, hann er að sjá svolítið hjá Pálsson. Skötugeir. Hvað sagðirðu? Skötugeir, ekki kallaði það. Er hann kallaði það? Ég veit ekki. Ég hef aldrei kallað það. Ég eftir að svara nýjasta meilunar, ég er alltaf að spyrja hún út í þetta. Sæl Skötugeir.
Já, ég var bara gíska hvort það var kallað að skoða því að ég held að sé hrifin af skötunni. Vonandi maður ekki einn það. Herðu, förum í neyða já með Æsver, útvistafötin fyrir þig fyrir sumarið. Má ég sjá, hvar við neyða já, spurningar fyrir strákana. Æsver núna konum með all inn í golfið á Íslandi. Þökkum þeim fyrir að styðja við golfíþróttina kærlega. Má ég sjá, nú förum við hér inn. Nú árangur Chelsea og Tottenham betri en árangur Arsenal á þessu sísoni? Neyða já. Ekki Málmur alltaf betra? Allavega á Tottenham, ég meina, þú veist, árangurinn, jú, klálega, Champions League sæti og titill. Málmur, engin spurning. Vinstri bakur vestra, Anton Kral, besti vinstri bakurinn í deildinni? Hann alveg upp þeir, búin að vera það allavega. Ég hef takið power ranking í dag. Já. Heldur betur. Nú, ég ætla að setja sjálf á mér hérna líka í lúser fyrir að hafa klúður á uppstigningadeginum. Herðu, það áttu nú alveg eftir að ræða það. En við ætlum að halda áfram. Ég veit að Þjóðkirkjan hélt neyðafund. Ég er ekki henni, þannig að voru mistök að kóta setja grástefnuna. Ég held ég sé henni, en ég ætla að fara út. Af hverju? Ég þarf meira traditionalisma. Þetta orðið alltof eitthvað út allt. Nei, ég held einmitt að Þjóðkirkjan hafi aldrei verið á betri stað. Ég er sammála Gunna þarna. Ég þarf fastari og íhaldsamari kirkju. Já, ég er traditionalisti. Já, ég veit það. Ég hef bara verið að skoða innra starfið. Það er mikill traditionalismi en svona út á við aðeins. Ég taka mikið til að ná. Heldur betur, það þarf meiri aga. Voru mistök að kvóta setja gráslöfuna? Já. Arne Slot nú þegar orðin besti hollenski knattspyrnustjórinn í sögu Premier League? Hann einu sem búin að vinna það, þannig að það var hann svo besti. Gæti, maður sjá, Reykjavík meistarar Vals 2007 eitt mesta dænasti lið sem ég hef séð? 2007? Já, gott lið, mjög gott lið. Lengi vel bara eini titillin sem Valur átti á 11 manna velli í mörg ár. Andri Jómann mikilvægasti leikmaður Blika? Nei. En mjög mikilvægur enga síður en Höskuldur mikilvægastur. Munu Íslendinga áhrifin láta Rob Holding spila í MLS á næsta tímabili? Það munur örugglega að reyna það. En ég meina, eitthvað lið þar sem hefur nót fyrir hann? Ég held að þið stúdur að teipinn og hvernig hann stóð sig eins og í Arsenal eins og í til dæmis í leiknum fræga á móti Man City. Já, þá myndi hann vera í stjörnunni nú. Þá var hann viðræði við stjörnunni nú. Og skoraði. Já, gerði margt annað en það. Já, gerði góða hluti fyrir The Gunners og var í þessu síðasta liði sem að vann titilinn. Við erum hann að sterkja nokkur úr tilbúðsbókinni. Fyrir karlalið Arsenal á sínum tíma. Þetta er hold. Diamond Hands. Menn spyrja, þeir sjá þetta ekki þeir sem að hlusta. Ætlar Jói Skúli að höll á þessar 174.972 krónur sem hann fekk í Íslandsbanka eða er hann búin að leysa en hagnaðinn? Diamond Hands. Diamond Hands, ekkert flóknara en það. Ég ráðfæri mig alltaf við eitt svona þegar það kemur að þessu. Hann sá ráðlaðir vel hérna í tilboðsbók B. Já, nei, hann ráðlaði mér enda bara að setja peningi í þetta en ég svo klikkaði á því. En hann segir að menn eigi að halda. Já. Við erum sammála þar. Tækiru M&M og í hverju? Í Íslandsbanka. Ertu búin að... Ekki neitt. Tækiru M&M og Gyökeres fram yfir Osimhen og Eze. Ha? Í United. Já. Nei, ég tæki Osimhen og Eze. Ha? Nei, þú myndir ekki gera það. Jú. M&M og Gyökeres. Þetta er algjört skemmtileg pæling. Gunnar Ari Kristjánsson. Þetta er bróðir Gísla Þorgeirs. Þetta er sonur Kristjáns Ara. Hann var mér í Vestló. Þetta er alveg maður. Hann með góð spurningir. Já, það er flott. Við slum fara í El Grande með Kimi.is. Glussi fyrir alla fjölskylduna í Kimi. Svo líka alla grímur og annað slíkt sem að þú þarft í iðnaðinn. Úrslitaleikur meistaradeildarinnar fer fram á laugardag og sá leikur hefst klukkan 7. Við ætlum nú bara að njóta lífsins hér og hafa þetta þægilegt. Ég ætla að fá bara gott tempó. Eina sem ég þarf frá okkur
eru markaskorar í úrslitaleik meistaradeildar og við skulum bara byrja á þessu frá 1992 þannig að ég ætla að leyfa Gunna að byrja, hann yngri. Gunni, þú byrjar. Cristiano. Já, að sjálfsögum. Solskjær. Messi, já. Sheringham. Já. Þetta verður þungt fyrir mig. Ég sé það strax. Herru, nei, nú slökum við eins á. Sergio Ramos. Mario Basler. Raúl hlýtur að marka það. Er það ekki stóðar? Jú, er það ekki í ámundi 2000? Valencia. Ég minna, sólaði hann ekki markmann og sett hann... Það held ég alveg pottjett. Er þetta ekki rétt, strákar? Það held ég. Ég ætla að slá þessu föstu. Ég ætla Raúl á mark, strákar. Raúl á mark. Já, það kom ekki á frá Búlis. Já. Gæska Mendieta. Gæska Mendieta í leiknum hérna móti Bayern, eða? Já. Sko... Ronaldo hlýtur að mark. Já, búið að koma. Eða svo R9. Ég var ekki bara að slúta þessu þá. Er það? Hann var ekki mark? Hann var ekki leik, held ég. Hann var ekki leikins. Hann var á Ronaldo að hafa... Eitthvað sem var Real? Nei, hann var á... Já, hann var kannski þegar þeir voru ekki... Já. Silvinho á marki úrslitaleik ekki? Nei. Og Belletti hérna. Á Belletti. Það var húlega hann á Belletti. Sem var reyndar sjálfsmarki Almunia, en ok. Ég bjóst við Sol Campbell að það. Já. Ég bara kom ekki til mín. Nei, ég hugsaði með þér að 2006 leikurinn kem alltaf til þín. Já, hann kemur til mín en það eru allt aðrar kendir heldur en hver skorað og það er bara þetta rauða spjald þar sem að ég grýtti fjasteringunni ég nýttist á dauðum hlutum hann. Já, það var hurð sem að fekk að finna fyrir því. Þeir eru bara dauðir hlutir. Já. En ég vissi nú að þetta kem ég aldrei til með að vinna. Þegar hann fór í Gæska Mendieta þá vissi ég að þetta væri gjörsamlega búið. Já, en sko það náttúrulega iconic leikmaður, Gæska Mendieta. Já, ég veit það. Ég kannski minnist hans helst, hann var í Middlesbrough ekki? Jú, sterkur þar. Já. Maður var að vonast eftir Wayne the Pain, Rooney þarna. Kai Havertz. Ég náttúrulega fekk ekkert að gera, ég var að vinna með upp hana. Já, það er fullt að kæðum sem að skora í úrslitaleik meistaradeildar. Þetta voru gaman á laugardagskvöldið, eflaust einhverjir að fara frekar á tónleika eða fara fyrst að horfa á leikinn og svo á tónleika. Já, ég ætla á tónleika. Það sem að Auðun Blöndal og félagar ætla að... Svo náttúrulega sjómannadagur, ég hef ekki, sko á sjómannadegi þá er ég nú kannski að hylla hetjum hafsins meira heldur en ég kannski eðlilegt er. Meira en næsti maður. Já. Hvar tekur þú sjómannadaginn í ár? Ég tek hann að hluta til í Vestmanni. Svo er nú planið að fara norður í land, sko. Já. Svona eftir á sunnudeginu. Ég er mikið á Reykjavíkurhöfninni bara. Já, Reykjavíkurhöfninni. Kíkja á búluna. Nú heldur betur og kottaslagurinn og það. Já, einmitt. Það sem að allir ég farið til Grindavíkur. Með svona... Er verið að landa í Grindavík núna? Já, það er í Sandgerði? Það er náttúrulega mikið verið að landa í Sandgerði núna en ég veit nú ekki hvernig þetta er akkurat. Ég veit ekki hvernig staðan er nákvæmlega núna. Ég átti stuttan fund með þeim í gær og við fórum ekki alveg við þessa þannig að strákan upp í Gjögri og við fórum svona að fara yfir stöðuna. Þau eru byrjað, já, þess að þetta er komið náttúrulega, þau eru fann að gista í húsunum sínum aftur. Já, ég skal láta þið vita. Það er náttúrulega nauðsynlegt að hafa þetta fólk í húsunum því að það þarf að dytta görðunum og það er að þetta fari ekki í eyði. Þannig að ég fagna þessu. En fasteignirnar sem að eiga þá í bænum það er í útlegu eða eitthvað svoleiðis? Nei, það eru bara tveimur stöðum. Það þarf að dytta þessu. Ég er með mikið að grindvíkingum hjá mér í Breiðablik sem eru búa í Arnarsmárunum og Smárakörinu. Kunna vel við sig þar. Heldur betur. Er að festa rætur í Kópavoginum í því örugga samfélagi. Og Dr. Fútból þakka fyrir sig. Hlakka til að sjá þáttinn á sundarskvöldið Jói Skúli á Ríkissjónvarpinu. Og minni aftur á Ísland-Noreg í kvöld klukkan 6. Hjá stelpunum. Fyrir leik, já. Þú er Lísa. Ég er Lísa. Njóttu, góða skemmt. Takk og ef þið yndislega helgi með þinni fjölskyldu. Sömuleiðis.